Gott fólk. Gott að sjá ykkur í dag. Sem við tilbúin að lofa Guð saman. Þessum frábæra degi sem hann hefur skapað. Halleluja. Takk Jesús. Hefur ekki að rísa á fætur og lofa Guð saman. Crucifixion, by his blood I have been set free. I believe in the resurrection. Hallelujah, his life is destiny. Oh, praise to God the Father. Oh, praise to Christ the Son. Oh, praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. I believe in the hope of heaven. He's preparing a place for me, far beyond what hearts imagine, ears have heard or eyes have seen. I believe that a day is coming. He's returning to claim his bride. Light the altar, keep it burning. See the Lamb who goes a roaring lion. Oh, praise to God the Father. Oh, praise to Christ the Son. Oh, praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away
nokkur vers. Halleluja, Jesús. Halleluja. Það segir í sálmi, já, nú hef ég ekki tekið það hérna. Sálmánum allan segir: Komið fögnu fyrir drottni, látum gleði ópgjalla fyrir kletti hjálpræðis vors. Göngum fyrir auglít hans með þakkargjörð, syngjum gleði ljóð fyrir honum, því að drottin mikill Guð og mikill konungur yfir öllum guðum. Í hendi hans eru jörðardjúpin og fjallstindarnir heyra honum til. Hans hafið, hann hefur skapað það og hendur hans mynduðu þurrlandið. Komið föllum fram og tilbiðjum, beygjum kné vor fyrir drottni, skapara vorum, því að hann vor Guð og vér erum gæslulíður hans, hjörðin sem hann gætir. Ó að þér í dag vildu heyra raust hans. Halleluja. Guð hér, hann mikli Guð, þessi mikli Guð sem hefur skapað allt. Hann þráir að mæta þér í dag. Hann þráir að eiga stefnumót við þig í dag. Halleluja. Hversu magnað að fá að eiga persónlegt samfélag við Guð sem skapaði allt, sem skapaði þig. Af því hann vill hafa þig nákvæmlega eins og þú ert, eins og hann skapaði þig. Hann vill að hans draumur þig nái fram að ganga. Hvernig hann sá þig áður en hann myndaði þig og hvaða áætlun hann hefur fyrir þig vill hann að nái fram að ganga. Við skulum lofa okkar Guð í dag. Hann mikill og góður Guð. Takk Jesús. The joy
Halleluja. Gleði Drottins styrkur okkar. Í öllum raunum og hvað sem á gengur, þá maður hefur gleði Drottins, þá það styrkur okkar í gegnum allt sem við göngum í gegnum. Halleluja. Ég ætla að byrja á því leiðilegasta, að gefa. En það samt, það skemmtilegasta. Af því það gleði í því að gefa. Því við eigum að gefa með gleði, ekki með nauðung. Að þá mun Drottinn gefa okkur ríkulega enn meir, hvort sem það í hjart okkar eða í penum fjármálunum sjálfum. En svo gefið stendur í Lúkas að spjalli, Jesús, takk Drottinn. Ég var nefnilega á glæranum á þann og þetta tók það að sitta á. Þetta Lúkas að Guðspjall, 7. kafli, 38. vers. Gefið og yður mun gefi verða, góður mælir, troðinn, skeikin, fleti fullur, mun lagður í skautigar, því með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. En við verðum alltaf að vera dugleg að gefa á öllum sviðum, hvort sem það þjónustu eða í öðru, þá verður okkur gefið aftur tilbaka, því Guð elskar glaðan gjafara. Ég hef alveg svo reynt það svo rosalega vel, að mér finnst alltaf þetta að vera annað heimili mitt. Ég tek þetta oft bara sem dæmi, að því að þegar maður sjálfur var heima hjá mömmu og maður hætti í skólanum og þurfti að fara að vinna, þá þurfti maður að borga heim. Og mér finnst þetta svo opaslega táknrænt með það. Getur mér aldrei geta gleymt því. Heyrðu, og svo það á þriðjudagskvöldum klukkan 6, þá erum við alltaf núna með bænastundir. Alltaf. Og það svo frábært, það finnst mér alveg. Og svo það aukalega þegar alltaf einu sinni í mánuði svona lofgjörða bænastund. Og sem alveg yndisleg. Það var alveg svo meira hátt að síðast af því að það gleymdi skítarinn og það var bara ennþá betra. Það var svo meira háttar. Og við urðum að syngja bara með okkar eigin nefi og engin gítar en eitt og það var yndislegt. Það var virkilega frábært sko. Það var svo meira háttar. Og auðvitað þeir sem mun eftir að mæta á miðvikudaginn, þeir sem ennþá alfa, sem alveg meira háttar líka. Það svo langt síðan ég fór reyndar. Við reynum að mæta næst. Heilagi Faðir, sem skulum biðja Drottinn Jesús. Ég þakka þér, heilagi Faðir, fyrir þessa stund hér, Drottinn minn, þar sem við erum komin saman að tilbiðja þitt heilaga nafn, Drottinn minn. Því að þú einn ert verður alls þess blessunar og alls lofgjörðar, Drottinn minn, og alla bænar, heilagi Faðir. Blessaður sért þú, Drottinn minn, sem að gafst líf þitt fyrir okkar syndir. Náð og miskunn, hversu mikla miskunn sem þú hefur gefið okkur, sem áttum engan veginn skilið að fá þessa fyrirgefningu, Drottinn minn. Heilagi Faðir, ég bara þakka þér fyrir það, Drottinn minn, og ég lofa þig og tigna þig fyrir þitt heilaga nafn. Þú sem hefur skapað himinn og jörð og allt sem af því Drottinn minn. Ekkert er til nema vegna þín, Drottinn minn. Og ég bara þakka þér, heilagi Faðir. Og Drottinn Jesús, og mættu við virkilega skilja hversu víð og há og löng og djúp þín elska gagnvart okkur Drottinn minn. Mættu við skynja það og skilja, Drottinn minn, hversu mikið þú hefur gefið fyrir okkur. Og þrá virkilega að bara gefa það enn meir tilbaka, Drottinn minn. Og ég bið, Drottinn minn, fyrir öllum bænaröfnum sem á hjörtum okkar, heilagi Faðir. Allt sem snertir okkar lífin af fjölskyldu og hvar sem það Drottinn, í vinnunni. Og ég bara bið, Drottinn minn, blessun og varðveislu inn í hvert og eitt okkar, Drottinn minn. Og allt sem hefur gengið gegnum, þeir sem hafa gengið gegnum söknu, Drottinn minn. Þeir sem hafa mist, heilagi Faðir. Ég bið huggun. Ég bið bara náð og huggun, Drottinn, umvafningu þína, heilagi Faðir. Þína föður arm yfir hvert og eitt okkar, heilagi Drottinn Jesús. Ó, heilagi Faðir, bara takk, Drottinn, og bið þá sem þurfa
húsnæði, drottinn minn, heilagi Faðir, að leysa þau. Við bara leysi út húsnæði fyrir þau sem þurfa húsnæði, drottinn minn. Ó, drottinn minn, heilagur Jesús. Og bara takk, drottinn, ég veit að þú svarar. Þú svarar eins og þú ætlar að svara, drottinn, ekki eins og við viljum, heilagi Faðir. Takk, heilagi Jesús. Ó, drottinn Jesús. Halleluja. Í Jesu nafni. Amen. Elska þig, því þín miskunn aldrei bregst mér og sér þetta ég í hendi þér sér hvert morgun ég vakna þar til ég sofna á ný og þá ég sín þinn góðvilja Guð. Allt mitt líf þú trúr þínu, allt mitt líf þá get ég treyst á þig, hverjum andardrætti mínum og þá ég sé þinn góðvilja Guð og röddin þín.
þín góða vilja Guð. Allt mitt líf þú trúir þínu. Já, allt mitt líf þá get ég treyst á þig. Með hverjum andardrætti mínum og þá ég syng þín góða vilja Guð. Og þá ég syng þín góða vilja Guð. Takk Jesus, takk Jesus, takk Jesus. Takk Jesus.
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy
Horombra sharalambra sikiriando. Tack Jesus. Horombra sharalambra sas. Tack Jesus. Halleluja Jesus. Takk Jesus. Takk fyrir þína nærveru hér í dag, Drottinn minn. Heilagur ertu, Drottinn. Faðir minn, bara bjóðum þig velkomin, Drottinn. Halleluja. Takk Jesus, takk Jesus. Halleluja. Amen, amen, amen. Tvílík forréttindi að fá að dvelja í nærverð í lofgjörð. Takk Telma. Gott að sjá okkur. Ég að fá iPadin hérna. Hvernig hafið þið það? Góð. Amen. Amen. Heilagi Faðir minn, ég þakka þér fyrir það orð sem þú gefur mér, Drottinn minn. Ég bið að smyrja varir mínar þegar ég tala út þitt orð, Drottinn minn. Ég biðst, Drottinn minn, að orðið þitt megi, að fólki megi meðtaka þar sem þú hefur að segja, Drottinn. Faðir minn og Guð, viltu undirbúa hjörtin okkar, Drottinn minn. Og ég biðst, Faðir minn, að bara þú megi taka utan fólki hér í dag sem hér í salnum og þeir sem heima sitja, Drottinn minn, að þú megi snerta við hjörtum fólks á stórkostlegan hátt í dag, Drottinn minn. Eins og þér einum í lagið, elsku Faðir minn, í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Ó, takk fyrir hún. Takk. Mér langar aðeins, í dag, þá ætlum við að skoða saman Efesusbréfið. Og við ætlum að skoða mikilvægi þess að við göngum út á þá köllun sem Guð hefur fyrir líf okkar. Á sama tíma þurfum við líka að vera meðvituð þann aðila sem að getur og vill gera allt til þess að stoppa okkur af. Og það er alveg ótrúlega magna hvað það getur haft mikil áhrif á okkur þegar það er neikvætt tal, það er niðurrif, það er neikvætt umhverfi. Það hefur neikvæð áhrif á okkur og okkur líður ekki vel. Og áskorunirnar sem við göngum í gegnum, þær hverfa ekki þó að við göngum með Guði. En við förum bara í gegnum lífið á aðeins öðru sér hátt. Við förum í gegnum erfiðleikana og í gegnum dalina að því við getum staðföst á því orði sem að Guð hefur og þeim fyrirætlunum sem að hann hefur fyrir líf okkar sem er til heilla en ekki til óhamingju. Og þið vitið að þegar óvinurinn sér barn Guðs, dætur og syni hans, þá verður óvinurinn hræddur. Ekki út af mér og ekki út af þér, heldur út af heilum anda sem býr innra með okkur. Stundum erum við sum hver á þeim stað að við trúum ekki alveg þeim fyrirætlanum sem Guð hefur fyrir okkur. En veistu, óvinurinn trúir þeim. Og þú verður að vita að óvinurinn veit nákvæmlega allt þær fyrirætlanir sem Guð hefur fyrir þig. Hann veit hvert einasta orð sem ritað er í lífsins bók. Allt sem Guð sagt, það veit óvinurinn. Jafnvel þó við séum ekki sannfærð, þá veit hann það. Óvinurinn veit að Guð hefur tekið í burt alla skömm. Hann veit að Guð hefur tekið í burt sekt okkar, vanlíðan okkar. Og hann veit að okkur var ekki gefið andi hugleysis eða andi óttans, heldur kraft og elsku. Og hann veit að í lokin þá munum við sigra. Og vitið, það væri ótrúlega sorgleg staðreynd ef að óvinurinn viti meira köllun okkar heldur en við sjálf.
Og það væri svo sorglegt ef við færum út hér í dag, enn eitt sunnudaginn, með því sem við lesum og lærum í orðinu, þeirri hvatningu sem við fáum í orði hans, án þess að vita hver það sem býr innra með okkur. Þegar við förum heim í dag þá heldur lífið áfram. Vikan framundan með öllum þeim áskorunum sem við erum að fara í gegnum. Það alls konar hindranir og þið vitið, lífið bara alls konar. Það getur verið sársauki, það getur verið leiði, það getur verið einmannaleiki, það getur verið alls konar. Og mikið væri það dásanlegt ef við gætum byrjað hvern einasta dag á að dvelja í lofgjör líkt og við gerðum hér í dag. Eða hlusta á uppbrándi orð sem hvetur okkur og gefur okkur öll góðu spilin inn í daginn. En það ekki alltaf þannig. Það ekki alltaf þannig. Óvinurinn vonar að það komi upp svo aðstaða eða atburður að við hreinlega gefust upp. Hann notar hvert það tækifæri sem hann getur til að komast að okkur. Að okkur líði illa. Hann reynir að finna veikablettin okkar. Að við höfum ekki næga trú til að ganga út á þá köllun sem Guð hefur fyrir okkur. En ef þú hefur nú þegar gefið Guði líf þitt, þá vil ég að þú vitir að óvinurinn skilur og hann veit að hann hefur ekki vald til að eyðileggja þig. Hann veit að möguleikarnir hans eru búnir leið og við höfum tekið þá ákvörðun að fylgja honum. En hann mun samt sem áður reyna það sem hann getur. Hann mun reyna að afvega leið okkur. Hann mun reyna komin vanmætti og sektarkennd svo við stígum ekki út á þá köllun sem Guð hefur fyrir líf okkar. Hann reynir. Efesusbréfið fyrsta bréf Páls postula sem skrifa til okkar á 4. Og Efesusbréfið getur verið nokkurs konar svona líflína fyrir okkur. Það kennir okkur og leiðir okkur áfram það hvað við eigum að gera og hvernig við eigum að gera það. Og í fyrri hluta Efesus hann að undirbúa okkur undir það hver við erum í Guði. Hann vill að við rísum upp og göngum út í lífið með fullri reisn. Í lokin á síðustu samkomu þá leiddi Hálfdán okkur í bæn þar sem að allir höfðu tækifæri á því að játa með munni sínum og gefa líf sitt Jesú Kristi. Og þetta eins og við vitum öll besta ákvörðun sem við getum tekið. Og þegar við gerum þetta, þá vona ég þú vitir að þið gamla horfið og nýtt orðið til. Þú ert dóttir og þú ert sonur Guðs. Og þú hefur þau forréttindi að ganga með djörfung út af það sem Guð hefur fyrir þig. Páll skrifar það í 1., 2. og 3. kaflanum fjársjóðinn sem við eigum. Hann vill að við vitum af þeirri náð sem fyrir okkur, fyrir þig. Og hann vill að þú vitir að jafnvel þó að þér hafi verið hafnað af einhverjum, þá hefur hann útvalið þig. Hann vill að þú vitir að jafnvel þó þú upplifir því í ofsalega dimmum dal, sársaukafullum eða það mikil sýnd í kringu þig og þú upplifir því á þeim stað að þú hefur enga undankomu leið. Veistu að þá náð Guð svo mikil og hún svo stór að hann getur mætt þér á hvaða stað sem og breytt kringumstæðu þínum. Hann getur snúið ómögulegum aðstæðum í mögulegar. Þar sem myrkur, þar getur hann komið ljós. Páll biður í 1. kaflanum í 18. versi og segir hann: Ég bið hann að upplýsa sjón hjartans svo að þið sjáið hver svo von sem hann hefur kallað okkur til, hver ríkulega og fýrlega arfleið hann ætlar okkur meðal hinna heilugu. Við getum líka lesið: Ég bið hann að upplýsa sjón hjartans svo að ég sjái hver svo von sem hann hefur kallað mig til,
hver ríkuleg og fýrleg arfleið hann ætlar mér meðal hinna heilugu. Eftir að hann hefur skrifað kærleikann, náðina og gæskuna, góðvildin og fyrirgefninguna sem okkur var gefin, þá þurfti hann að halda áfram að skrifa. Og hann hefur eflaust velt fyrir sér hvað get ég skrifa svo að þau átti sig á alvarleikanum, svo að þau átti sig á því hvað þau þurfa að gera og eiga að gera. Guð hefur gefið okkur svo mikið, við megum ekki afhenda óvininum gjafirnar okkar. Það er ekki í boði. Páll skrifar í 6. kaflanum alvæpni Guðs. Við þekkjum þetta, en við viljum samt að fara yfir þetta. Í versi 10 segir, að lokum styrkist í drottni krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrotta þessa myrkus, við andaveru vonskunar í himingeimnum. Takið því alvæpni Guðs til þess að þið getið veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Hér er hann að segja við okkur að við eigum í andlegu stríði og við eigum óvin og þessi óvinur hann notar vélabrögð gegn okkur. Og við verðum, má vera að sé óþægilegt að tala um þetta, en við verðum að vita hver er á mót okkur. Og við verðum að þekkja hann til að geta staðið á mót honum. Og þegar við löpum hér út í dag, að við vitum að óvinurinn hann fer á mót okkur. Hann gengur ekki við hlið okkar. Og hann mun gera ýmislegt til þess að knésetja okkur, koma með efasemdir inn í líf okkar, koma með árásir, nógu miklar, bara til að slá okkur aðeins út af laginu. Til þess að við göngum ekki út á þau fyrirheit sem Guð hefur fyrir líf okkar. Þess vegna segir Páll við okkur að við eigum að standa stöðug. Óvinurinn er ekki bara ósýnilegur. Hann vill alls ekki að við þekkjum hann. Hann vill alls ekki að við þekkjum þau áhrif sem hann getur haft á líf okkar. Hann gerir allt sem hann getur til að stoppa okkur þannig við göngum ekki út á þau fyrirheit sem að Guð hefur fyrir líf okkar. Óvinurinn læðist meðfram, hann kemur aftan á okkur þegar við höfum síst von á því og á þann háttinn að við höfum ekkert í höndunum til að mæta honum þegar hann birtist. Og óvinurinn vill líka að við bara bendum á hvert annað. Að við finnum bara einhvern sem við getum kennt um. Koma á stað, baktali, niðurrifi, óeirðum, jafnvel rifrildi í skóla eða óeining heima við, eða í vinahópnum. Óvinurinn vill að við finnum blóraböggul á meðan fólksins í kringum okkur. Þannig að við séum ekki að bregðast við á þann hátt sem að hann er hræddur við. Þarna er hann að afvegaleiða okkur. Sumir hverjir telja að við erum bara nóg peningum þá erum við góð, eða við erum með öll prófin sem þarf og diplómurnar, rosa gott tengslanett, mikið af fólki í kringum okkur og jú, í rétta flokknum. En vitið, það skiptir ekki máli. Sorry, það skiptir ekki máli. Það sem skiptir máli er Jesús Kristur. Þegar vandamáli sem við eigum við eru óséð og ófyrirséð, þá þurfum við réttu vopnin til að berjast og berjast. Páll segir, þú verður að vita að óvinurinn er ekki sá sem situr við hliðina á þér í dag eða í kringum þig. Óvinirnir þínir eru ekki foreldrar þínir eða börnin þín, kennararnir þínir, vinnufélagarnir, yfirmennirnir. Raunverulegi óvinurinn þinn, hann er óséður. Hann er sá sem vonar og vill að við gleymum að hann er raunverulega til. Hann er meistari blekkingana. Og það er alltaf eitthvað sem við getum ekki séð
sem hefur áhrif á það hvernig við eyðum öllum tímanum okkar í að reyna að stjórna kringumstæðum sem eru alltaf að koma upp. Þið veitir, það er alltaf að koma upp eitthvað og við reynum að grípa þennan bolta og hinn boltan og þú veist, við verðum úrvinda. Algjörlega úrvinda. En vitið, við þurfum, Páll segir hvað við þurfum að gera. Við þurfum að draga gardínuna frá, láta óvininn vita að við vitum hver hann er. Og við fylgjumst með honum. Og við ætlum að nota þau verkfæri sem okkur hefur verið gefin. Og vá hvað ég vildi óska sem ég hef lært þetta þegar ég var 18, 19, 20 ára. En hann vil líka að við vitum að vélabrögð óvanirins eru skipulögð og þau eru alvarleg. Í flestum tilfellum á ég auðvelt með að fyrirgefa fólki. En ef ég kemst að því að einhver óvinurinn minn hefur verið að undirbúa það að koma gegn mér, að særa mig. Þið vitið, það var ekki svona mistök af heldur var þetta eitthvað af ásettu ráði. Óvinurinn hefur lært allt um mig. Hann veit veiku hlekkina mína. Hann veit nákvæmlega hvað er best að gera árás á líf mitt. Veit af skapgerðarbrestum mínum. Og þegar ég átta mig á því hver það er raunverulega að koma að mér, verði ég reið. En ekki bara kemur hann gegn mér, heldur kemur hann líka gegn manninu mínu, sem ég er búin að vera gift í 25 ár. Hann reynir að afvegaleiða hann á þann hátt að hann verði ekki sá maður sem Guð hefur kallað hann til. Hann er faðirstelpan okkar, hann er eiginmaður minn, hann er forstöðumaðurinn hér, hann fer að líka gegn honum. Og það sem verra er, hann fer líka gegn börnunum okkar. Hann reynir að fara í stelpurnar okkar 3. Koma inn sektarkennd, beygja þær þar sem að þeirra veikleiki er, koma inn ótta og óöryggi, þannig að þær stígi ekki út á þær fyrirætlanir sem að hann hefur í hyggju, sem Drottinn hefur fyrir þær. Þetta er alvarlegt. Ef það er stríð sem að hann vil, hvað ætlum við að gera? Við ætlum að berjast, við ætlum að svara, við ætlum að fara á móti óvininum. Við verðum að standa á það sem Guð hefur fyrir okkur. Öll þau fyrirheit sem að hann hefur fyrir okkur. Við höfum djörfungin og kraftin til þess. Óvinurinn er að læða inn legum inn í líf ykkar og okkar. Stöndum föst á því sem að Guð hefur fyrir okkur. Amen. En hafið einhvern tíma velti fyrir ykkur þar sem þegar erfiðleikarnir koma upp eða árásirnar koma, þá er það yfirleitt þegar við erum viðkvæmust. Við erum algjörlega óundirbúin, við erum gjörsamlega úrvinda af þreytu, mögulega rosalega svöng, eða við höfum kannski lokað okkur af að því að stundum er bara þægilega að loka sig af, en þá erum við ein. Þá notar hann tækifærið. Þá notar hann tækifærið til þess að koma með alls konar lygar og hann notar þau tækifærið til að brjóta okkur niður. Og þetta eru vélabrögð óvinarins. Hann reynir að afvegaleiða okkur til þess að við göngum ekki út á þær fyrirætlanir sem Guð hefur fyrir okkur. Hann er skipulagður og þá þurfum við að vera skipulagður líka. Og Páll segir okkur hvað við þurfum að gera. Ef við höldum áfram að lesa í 13. versi, þá segir hann: takið því alvæpni Guðs til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldi velli, þegar þér hafið sigrað allt. Standið því girt sannleika lendariðar og klætt brynju réttlætis. Skóa þér á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaða boðskap friðarins.
og takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þér geti slögt með öll hinn eldlegu skeyti hins vonda. Takið við hjálmi hjálpræðsins og sverð andans sem Guðs orð. Og við það stoppar ekki þarna, því að í 18. versið þá segir hann okkur að biðja. Ekki bæn á dag sem heldur óvinnunum frá eða ekki bara blessunarbæn við matnum eins og amma kenndi okkur. Ekki bara bæn þar sem við erum að flýta okkur að biðja alltaf þar sem við þurfum að segja. Heldur eigum við að vera árvökur og staðföst í bæninni. Við getum nefnilega ekki sigrað ef við biðjum ekki. Bænin lykillinn sem opnar flóðgáttir himinsins. Og bænin lykillinn af því sem við eigum í Jesú Kristi. Og ég veit ekki með ykkur, en ég vil ekki þurfa að bíða þar til að ég kem til himna með að þurfa að upplifa það sem Guð hefur fyrir mig. En bænin það sem ýtir myrkrinu líka frá. Þess vegna sagði Jesú hús mitt á að vera bænahús. Og þegar við auðmýkjum okkur frammi fyrir Guði og biðjum, þá mun óvinnurinn hörfa. Og við förum aðeins aftur í 14. vers, þá segir klæddir brynju réttlætisins. Við getum beðið og beðið, en ef við förum hér út í dag og höldum áfram að lifa eins og við gerðum kannski áður eða ekki með reisn, ef við göngum ekki í heilagleika eða við lifum ekki því lifi sem Guð þóknarlegt, þá erum við að sóa tíma okkar. Og ég hvet ykkur svo mikið, elsku vinir, til að ganga út á þau fyrirheit sem Guð hefur fyrir ykkur. Stígið út á þá köllun sem Guð hefur fyrir ykkur, því að þú ert verðugur. Þú ert verðug. Taktu ákvörðun í dag að standa staðföst eða staðfastur og lifa samkvæmt orðinu. Tölum fallega, hegðum okkur eins og Guði þóknarlegt. Snúum lífi okkar við í dag. Beinum augum okkar í rétta átt og förum að lifa lífinu eins og Guð vill að við gerum. Páll segir að brynjan sé okkar réttlæti. Rómverjarnir eins og þið vitir voru prýddir alls konar svona vopnum og alls konar þegar voru stríði, en brynjan var svo allra mikilvægasta því að hún varði mikilvægasta líffærið, hjartað. Hjartað mikilvægasta líffæri fyrir líkamann okkar. Og andlega hjartað fyrir andlega líf okkar. Allt það sem þú þarft til að geta verið það sem Guð hefur kallaði til að þú þarft að vera staðföst í bæninni. Að þú getur lesið Biblíuna. Að þú heyrir rödd Drottins. Að samband þitt við Guð sé óhindrað. Að andlega hjarta þitt sem samanstendur af huganum og tilfinningunum, metnaði og samvisku. Samviskan þín ekki rödd Guðs. Samviskan þín eins og svona míkrafón sem heilagur andi notar til að hjálpa okkur að heyra rödd Guðs. Og við viljum ekki vera á þeim stað að við heyrum ekki rödd hans. Af því að við vorum kannski ekki með brynjuna á rétta stað. Eða við vorum jafnvel bara ekki með brynjuna. Við erum ávallt íklædd alvapni Guðs. Gefum ekki óvinnunum færi á okkur. Byggjum okkur upp fyrir vélabröð óvinnarins. Gerum það sem rétt er. Ekki bara hlusta á það sem ég að segja. Gerum þetta saman. Klæðum okkur í alvapni Guðs í dag. Lifum í reisn og lifum og göngum út af þær fyrirætlanir sem óvinnurinn hefur. Nei. Amen. Lifum og göngum út af það sem Guð hefur fyrir okkur. Það fyrirætlanir sem hann hefur fyrir okkur til heilla en ekki til óhamingju. Amen. Amen. Af því að Guð, hann getur breytt ómögulegum aðstæður í mögulegar. Hann getur komið með von þar sem vonleysi. Hann getur byggt upp það sem hefur nú þegar verið brotið niður. Heilagur andi vill mæta þér í dag.
Hann vill setja þig frjálsa svo þú geti gengið út á þá köllun sem Guð hefur fyrir lífið þitt. Vitið að við getum aldrei þóknast öllu fólki. Það er ekki heldur það sem við eigum að gera. Vitið að ég er kannski ekki sú sem að fólk vill að ég sé eða ekki sú vinsalasta í hópnum eða eitthvað. En ég vel að ganga með Guði og ég vel að ganga með honum alla daga. Sama hvað fólk segir. Þetta er mín ákvörðun og mín ganga. Og vitið, það styttist í að við fáum að sjá frelsarinn okkar. Og þá þurfum við að gera reikningsskil. Og hvernig viljum við að sá hittingur verði? Hvað viljum við að hann segi við okkur? Ég allavega þrái ekkert heitar en að hann segi, þú heiðraðir mig. Þú heiðraðir mitt orð. Og það er það sem ég þrá að gera alla daga. En ég hveti til að velja heiðarleika, að ganga, vertu ljós í myrkrinu. Óvinurinn gerir allt það sem hann getur, en vertu það ljós sem hann hefur kallaði til. Óvinninum, honum er alveg sama að þú komst hér í dag. Honum er alveg sama að þú hlustaðir, en honum stendur ekki á sama ef við förum hér út í dag og við göngum út á það sem við höfum heyrt. Honum er ekki sama að við klæðumst alvæpni Drottins. Af því að þá verður hann hræddur. Þá fer hann. Þannig ef þú ert hér í dag og þú veist að það eru hindranir í lífið þínu. Þú veist jafnvel að þú ert ekki alveg að ganga út á köllum Guðs. Og brynjan þín er kannski ekki alveg á réttum stað. Heldur er mögulega hjarta þitt aðeins opið fyrir árásum óvinnar þíns. Þá vil ég hvetja þig til þess að bara koma fram fyrir Drottin. Komdu fram fyrir Drottin í dag og íklæddust alvæpni hans. Ef þú ert þreytt eða þreyttur á að vera hlekkjaður niður, þú ert bundinn eða eitthvað sem aftræðir er að ganga út á þá köllun sem Guð hefur fyrir þig, þá viljum við biðja með þér í dag. Við þráum að standa með hvort öðru í bæn, af því það vont að vera einn. Þannig að mér langar að við lofum Guð saman í einu lagi, og ef þetta orð hefur talað til þín eða þú ert með banka á hjartað, komdu fram og við biðjum fyrir þér. Göngum út í dag með djörfung, af því að Guð hefur kallað þig. Alveg sama hvar þú ert, alveg sama hvaðan þú ert að koma, Guð hefur áætlun með lífið þitt. Hann elskar þig og þú ert verðugur og verðug. Amen. Amen. Við skulum lofa Guð í einu lagi saman. Og ég hveti ef það er eitthvað, komdu fram og við skulum biðja með þér. Amen. Amen. One with God the Lord Most High, your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you